Hingað komið Kristinn H. Gunnarsson, fyrrverandi alþingismaður að vestan. Þú ferð fyrir hópi, Kristinn, eða ert með í hópi fólk sem nú flest að vestan, sem að leggja fram hugmyndir það hvernig megi breyta þessu kvótakerfi, fiskveiðistjórnunarkerfi sem við höfum verið að rífast hérna árum saman og erum að rífast og núna talað fyrningarleið og samningaleið og við virðumst ekki vera miklu nær lausninni, en náttúrulega grundvöllurinn hjá þessu í þessu hjá okkur það að kerfið sé gallað eins og það gallað. Verulega gallað. Það ekki langt síðan að var gerð sátt sjávarútvegsmál. Það því lauk með löggjöf á Alþingi árið 2002 sem átti að leiða til öryggis fyrir framtíðina fyrir útgerðarmenn og sátt við þjóðina með því að hafa óbreytt kerfi en taka veiðigjald. Það aðeins liðin 8 ár rúmlega síðan þetta var ákveðið og það allt upp í loft ennþá. Já. Og það vegna þess að kerfið svo gallað. Kerfið eins og það var átti að leiða til þess að hagræðing í því. Framleiðniaukning hefur engin orðin í veiðum frá 1991. Alla framfarir í sjávarútvegi frá 1991 hafa orðið í vinnslunni sem opin grein og ekki bundin neinum leyfum. Þetta átti að leiða til þess framsalið að þeir veiddu fiskinn og söfnuðu heimildum á sína hendur sem bestir í að veiða. Já. Það ekki gerst. Nei. Í dag það þannig að 40% af öllum veiðiheimildum sem úthlutað að hverju ári í aflamarkskerfinu eru leigðar áfram til þeirra sem að lokum veiða. En þeir eiga ekki heimildina heldur borga gjald til hinna sem fá það úthlutað á ríkinu. 40%. 40% og fer vaxandi. Já. Í krókaaflamarkskerfinu eða smábátakerfinu hlutfallið 50%. Já. Þannig að kerfið ekki leitt til hagræðingar að þessu leyti til heldur leitt til ánauðara. Það átti að leiða til þess að yrði hagræðing og framfarir í greininni en frá 1997 hafa skuldir þrefaldast. Voru 90% af útflutningstekjum en voru 2008 272%. Skuldir greinarinnar höfðu vaxið 400 milljarða króna. Og þetta voru peningar sem fóru að mesturleyti út úr fyrirtækjum og út úr atvinnugreininni. Fjárfestingin var fyrst og fremst í kvóta. Fiskiskipaflotinn eldist, hann ekki endurnýjaður, hann ekki að taka neinum framförum sem neinu nemur. Þannig að kerfið leiðir til stöðnunar. Og sáttin, veiðigjaldið sem tekið upp, hefur verið þannig framkvæmt frá 2002 að útgerðarmenn hafa borgað minna í veiðigjald á þessum tíma en nemur þeim gjöldum sem voru felld niður af þeim á móti veiðigjaldinu. Þannig þeir hafa verið í hagnaði þegar þetta hefur verið hagstæður viðskiptajöfnuður ríkissjóð á tímum sáttarinnar. Þannig það var í rauninni bara málamynda. Það var bara málamyndagjörningur. Þannig að kerfið gallað, það laðar ekki fram bestu útgerðarmennina, heldur lokar leiðinni fyrir þá og gerir þá að leiguliðum. Bestu nýju útgerðarmennir komast ekki að nema sér leiguliðar og þeir komast ekkert lengra. Þeir eru bara einfaldlega arðrændir þar. Og við erum alltaf með, það sem nú verið talað í sambandi við það og meðal annars frægur úrskurður mannréttinda Sameinuðu þjóðanna, það atvinnufrelsið. Atvinnufrelsið, þátturinn í þessu. Og það okkar grundvallartillaga. Vandinn nefnilega lokunin á kerfinu, einokunin í veiðiheimildunum og lausnin að taka á úthlutunarkerfinu og breyta því og við höfum leiðsögn það. Annars vegar frá Hæstarétti Íslands í Valdimarsdóminum í desember 1998 sem sagði að brjóta upp úthlutunarkerfið og úthluta veiðiheimildum þannig að menn getur nálgast þær viðráðanlegt magn á viðráðanlegu verði og væri almennur aðgangur að því. Þannig menn getur þá nálgast og keppt þær. Og síðan kom mannréttindadómur Sameinuðu þjóðanna með samskonar álit. Þannig við höfum frá 2 aðilum mjög skýra leiðsögn það hvernig eigum breyta kerfinu. Og allar breytingar á kerfinu verða að taka upp þetta. Og ef það gera það ekki, ef það framlengja bara núverandi ástand, þess að tala jafnvel að samningaleiðin þýði að þeir sem hafa kvótann hafa bara áfram í stað þess að hafa hann ótímabundi, hafa þeir hann í 10 ára, 20 ára, 30 ára, þá höfum við stigið skref aftur á bak. Þá erum við verri stöð en við vorum áður. Þá erum við að framlengja einokunar fyrirkomulag, ánauðar fyrir skipulag sem lögðu af fyrir mörgum öldum.
En nú náttúrulega viðtak, sko, það viðtak sátt það að það þurfi breytingar, annars væru menn ekki sætu menn ekki við samningaborð og væru að tala þetta. Það er mönnum ber saman að það þurfi einhverjar breytingar á þessu kerfi. Og þið eru að leggja til hugmyndir sem þið hafi verið að kynna fyrir ráðherra, veit ég. Já, fyrir sjávarútvegsráðherra og sent líka þeim þingmönnum sem starfa að því máli með ráðherranum og við hittum suma þeirra í morgun. Og það er atvinnufrelsi sem er stjórnarskrárbundið ákvæði. Ef menn virða stjórnarskrána og fylgja eftir því með því að búa til kerfi sem byggir á atvinnufrelsi og byggir á jafnræði innan greinarinnar, þá er gjörbreytt landslag, ekki bara fyrir atvinnugreinar sjálfa, heldur líka fyrir byggðirnar í kringu landið. Vegna þess að þær þrífast miklu betur í slíku kerfi þar sem menn eru frjálsir og standa jafnt að vígi. Við skulum hugsa okkur útgerð í dag. Ein útgerð ætlar að byrja og hún þarf að leigja sér kvóta, hún borgar 300 krónur fyrir að veiða 1 kíló af þorski. Og það borgar hún annar útgerð sem hún er á sama tíma að keppa við atvinnuna í þessari atvinnugrein. Ef við yfirfærum þetta yfir byggingastarfsemi eða verktakagerð, og það vætti nýr verktaki að borga öðrum sem að vera að keppa við verk, sérstakt gjald, menn þetta gengur ekki. En hvernig viljið þið þá úthluta þessum verðmætum? Það er náttúrulega það sem að hnífurinn stendur í kúnni alltaf. Það er bara uppboð. Við viljum skipta miðunum í 4 svæði. Það liggja fyrir afladagbækur það frá 1991 hvar afli hvers róðurs hefur verið veiddur á hvaða miðum, þannig að menn geta alveg kortlagt það. Við viljum skipta þessu upp í 4 svæði, búa til 4 markaði. Það sem veiðiheimildirnar á hverju svæði eru boðnar fram, helst vikulega. Þannig að þetta sé nokkuð virkur markaður og menn séu ekki leigja til langt tíma í senn. Við setjum hámark 10 ár, að menn geti leigst veiðiheimildir til 10 ára. Og þannig verða menn bara að úthluta þessu. Það er engin önnur skynsamleg leið. Það má hver sem sækjast eftir veiðiheimildum á hvaða veiðisvæði sem en hann verður að fara þangað og veiða aflann og hann verður afraksturinn þar sem menn borga fyrir að fá að veiða til ríkissjóðs, það skiptist á milli svæðisins og ríkisins. Já, þannig að það er byggðavinkill í þessu. En þetta er þetta auðlind sem að á að nýtast allri þjóðinni, hvar sem hún býr. Og síðan viljum við líka náttúrulega af því að þetta á að vera þjóðareign. Og engin auðlind getur verið þjóðareign ef hún er lokuð, ef menn hafa ekki aðgang að auðlindin. Það verður að vera einhver almennur aðgangur að auðlindinni og til viðbótar við þetta markaðsfyrirkomulag á veiðiheimildum þá leggjum við til að það verði handfærakerfi, opið handfærakerfi, hverjum sem vill, með ákveðnum takmörkunum eins og gengur. En það verður hinn almenni aðgangur sem að menn hafi að þessar auðlind og megi veiða með þeim veiðafærum eftir þeim reglum sem það verður að setja allt árið kring eftir því sem að mönnum þykir skynsamlegt. Þannig það verður að vera til þess að sé þjóðareign, þá verður þjóðarinn að hafa aðgang að því. En nú myndum maður ekki segja bara einfaldlega að þetta er bara þjóðnýting. Nei. Þetta taka þetta af þeim sem hafa verið að nýta þetta og þjóðnýta það. Nei. Hvernig skýrur það út? Ég er bara að leyfa fleirum að veiða. Það er ekki þjóðnýting. Það er eiginlega kannski almannavæðing. En við þjóðnýtum sumir leyti við þetta afraksturinn því að menn þurfa að borga auðlindagjald í okkar tilhöfum. Við gerum ráð fyrir því að ríki ákveði auðlindagjald sem menn borgi þegar selji fiskinn, ákveði hlutfall að verðmæti fisksins. Það rennur til hins opinbera sem auðlindagjald. Og miðað við þær upplýsingar sem við höfum aflað okkur, þá getur útgerð borgar svona 25% auðlindagjald. Það er bara verið stóra hæguvandi. Þessi leiguliðar sem í dag er að veiða mjög stóran hluta af þeim veiðiheimildir sem skiptum hendur, þeir eru að borga allt upp í 70% af aflaverðmæti í veiðigjald eða í gjald fyrir að taka veiðiheimildir á leigu af Samherja, AB Granda og svo framvegis. Þannig að miðað við afraksturinn í greinu þá getum við borgað svona fjórðung af aflaverðmæti í auðlindagjald. En nú er rosalega, sko, það er náttúrulega það sem menn setja líka fyrir sig, það er að fara úr einu kerfi í annað og mann horfa þá möguleikann á því að stór blómlega útgerðarfyrirtæki geti bara einfaldlega farið á hausinn í slíku ferli. Þau eiga að fara á hausinn ef þau eru illa rekin.
og þau hafi ekki gert það síðustu 15 ára vegna þess að kvótakerfi hefur skapað þeim sko tekjur þegar geta hækkað verðið á kvótanum í samspili við bankana sem að svo sum útgerðarfyrirtækin hafa átt hlut í og það var eignabóla í kvótaverði, það fór upp í 4.000 krónur sem á hvert tonna þorski, kíló þorski sem algjörlega frálegt verð og þau söfnuðu skuldum og það hefur verið afskrifað þessar skuldir í dag í bönkunum. Og kerfið á ekki að vernda fyrirtæki frá því að fara á hausinn sem illa rekin. Nei. En það það sem kvótakerfið gerir. Já. Og það eru leiguliðarnir sem eru notaði til að halda uppi fyrirtæki sem ætti ekki að vera í rekstri. Þannig að við höfum fyrirtæki sem ekki nógu góð og við komum í veg fyrir að nýjir menn komi inn í greinina sem að geta komið með sín fyrirtæki sem stæðu sig betur en hinnir. Og atvinnugreinin sem lokuð á þennan hátt, hún staðnar, það verður alltaf afturför. Við þekkjum það bara frá sögunni. Og einangona fyrirkomulagið eða úthlutunar með einkaleyfa fyrirkomulagi, það gengið sér til húðar. Og þú meinaði að það hafi ríkt hér stöðnun í sjávarútvegi? Það hefur verið stöðnun í sjávarútvegi. Við sjáum það bara á opinbera tölu sem við sjáum í skýrslum sem hafa verið gefnar út. Það hefur verið afturför, það hefur verið skuldarsöfnun, það hefur ekki verið framfarir í afrakstursgetu fiskiskipaflotans, hann hefur orðið eldri, þannig að þetta bara kerfið er að skaða þjóðina. En þetta rosalega, það náttúrulega óbúslegir hagsmunir þarna og það geysar hagsmuna barátta út allt land. Og þið verið sennilega meira vörfið þetta sem að þið eruð á vestur á fjörðum og í sjávarplássunum en við hérna í Reykjavík. En það sem kannski eitt af því sem vont við svona kerfi, sem svona lokað, það sem fáir ráða miklu, það hinn óbeinu áhrif sem menn fá, miklu völd sem kvótaeigendur fá í litlum samfélögum. Þeir verða mjög ráðandi í sínu samfélagi og menn læra fljótt að það borgar sig ekki að styggja þá. Nei. Og þeir geta sveikt til vilja ráðamanna í sveitarfélaginu og bæjarstjórn til og frá eftir sem að þeim líkar með til dæmis einföldum hætti. Sjáum bara að það var 18 eða 19 bæjarstjórar landi sem fóru að skrifa undir yfirlýsingum mætti ekki breyta kvótakerfinu. Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ skrifaði ekki undir það. Hann hafði ekki pólitískt umboð til þess. Nei. Hvað gerist? Aðal kvótaeigandinn í Ísafjarðarbæ, hann lét ísfisktogarinn sinn Pál Pálsson landi í Bolungarvík. Bara nokkrum dögum seinna. Það skilja það allir sem að vilja hvað maðurinn var að segja. Kvótaeigandi var einfaldlega að segja við bæjarstjórann, gerið þið ekki, gangi ekki gegn mínu vilja. Því hann hefur þá stöðu að hann getur tekið ákvarðanir sem koma mönnum illa, bæði fólki sem vinna þarna og bæjaryfirvöldum og fólk að láta það hafa mikil áhrif. Það mikil þöggun í gangi í sjávarbyggðum landsins og þar með talið til dæmis á Akureyri. En þeir eru 7 sem eru að leggja fram þessar tillögur og getur þú fullurt við mig að þetta sé eitthvað sem að mun ekki ríða þessari grein á slík? Þvert á móti, þetta mun koma í veg fyrir það að greinin sökkvi endanlega skuldir því ef við höfum óbreytt kerfi í önnur 10 ár þá munu aðrir 400 milljarðar vera teknir út úr greininni og settir inn á bankareikninga kvótaeigandana hvort sem það er innanlands eða erlendis. Við sjáum það bara, reynslan segir okkur það, kerfið safnaði skuldum og við eigum ekki að hafa kerfi sem gerir mönnum kleift að skuldsetja sig uppir í ár. Við eigum að hafa kerfi sem gerir mönnum kleift að sýna frumkvæði sitt og dugnað í að starfa í þessari grein með sem minnstum tilkostnaði. Þannig að breyta kerfinu mun koma í veg fyrir það að kerfið ríði þjóðfélaginu slíkt. Kristín, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn, þetta búið hjá okkur í dag. Ég minni á, eða ég þarf nú kannski ekki að minna á það, að Ólafur Ragnar Grímsson mun líklega tilkynna ákvörðun sína varðandi síðustu Icesave-útgáfuna núna klukkan 3 og það er beinútsending hér í sjónvarpinu frá þeim atburði, frá þeim vettvangi. Takk fyrir að horfa.